Velkomin á samkomu í kirkju Kærleikans Catch the Fire. Gaman að sjá ykkur. Gaman að lofa Guð, gaman að vera saman. Gaman að lyfta þessu nafni upp í Jesú nafni sem að við elskum. Og gaman að leggja okkur í hans hendur á samkomu. Að leggja stundinni í Drottins hendur og svo förum við inn í lofgjöruna. Bara þakka þér Drottin fyrir að þú ert góður, gæskuríkur, enginn er sem því. Við elskum þig Drottin minn og Guð og þakkum fyrir hjálpræðisverkir sem þú gerðir fyrir okkur á krossinu, Drottin. Bara hjálpa okkur að fara alla leið með þér. Hjálpa okkur, Drottin minn, að horfa þig upp í sinni í öllum kringumstæðum. Hjálpa okkur að lofa þig í öllum kringumstæðum. Hjálpa okkur að lofa þig í kvöld, Drottin minn og Guð. Og hjálpa okkur, Drottin minn, að horfa þig og ekki á neitt annað, Drottin. Ekki á það sem að dagurinn hefur haft og drifið haft í skauti sínu, Drottin minn. Ekki nein vandamál, Drottin, við viljum bara lofa þitt nafn, Drottin minn og Guð. Í þínu heila nafni, Jesús. Amen. Og verið frjáls, hvort sem þið sitið að standið að komina fram. Það er mikið frelsi í því að standa hérna fram. Það er ekki mikið pláss, en það er samt pláss. Þannig að bara, amen. Thank you so much. Það eru algjör forréttindi að fá að lofa Guð. Það er ekki alls þar í heiminum sem að fólk hefur möguleikann á því. Og við áttum okkur ekkert á því hérna upp á Íslandi. En í sömu löndum þá var algjörlega tabu að nefna þetta nafn sem að gefur líf og er eina nafni sem gerir það. En áður en við tökum samskot að það langar maður að nefna að Maggi með bíósýningu á þriðjudaginn kemur klukkan 8, er ekki Maggi? Já. Og hvað heitir nú myndin? Soul on Fire. Er það svo sem var, já. Soul on Fire. Þetta er mynd strák sem að lendir í því að brennast á öllum líkamannum, stórum part þess og þetta er svona svolítið mynd söguna hans. Hann kemst í gegnum þetta með Guð. Þessar myndir hafa verið frábærar og það er tvær sem voru framhald hvor annari í síðustu 2 skipti voru alveg frábærar. Þannig að það er engin, kostar ekki neitt inn. Ef þið viljið blessa Friðarbíó þá er ykkur heimilt að leggja eitthvað að mörkum en það er engin kvöð. Þetta er tækifæri að koma í bíó og vera með systkinum sínum og sjá frábæra mynd. Þannig ég hvet ykkur til að koma þriðjudaginn klukkan 8. Annars eru ekki fleiri tilkynningar. Við náttúrulega vorum í fríi síðustu helgi og vorum á frábæru kotmóti eins og Teresa sagði áðan og gaman að hitta systkin. Þau ykkar sem að voru þar, einhver hérna inni, að þið þekkið það. Þetta er svona fjölskylduhátíð og mjög skemmtilegt. En mér langar að taka samskot áður en orðið kemur og það eru reikningsupplýsingar sem að ætti að birtast á skjánum fyrir aftan mig. Annars er pósi hérna á kantinum og einhver staðar er baugurinn. Þannig að bara bless ykkur, engin kvöð. Við nýtum allt fjármagn sem kemur inn vel, það er engin launakostnaður, yfirbyggingin er húsaleigan og reksturinn á salnum eða þessum húsakinnum en ekkert meira. Og annars bara blessum við frá okkur til hægri og vinstri og við elskum að gera það. Og við elskum að sá inn í Guðsríkið og það er bara lífið sjálft, að sá inn í ríki Guðs. Þannig að við erum svo glöð að fá tækifæri til þess. Amen. Þannig að ef þið viljið tegja ykkur aðeins úr ykkur og þá gerið það. Mér langar að gera það sjálfum áður en að prédikari dagsins tekur við. Kannski ég held að. Ég ætla bara að segja ykkur þið sem vitið ekki að það er hérna vörur sem hafa verið gefnar kirkjunni til að við getum blessað börn úti í Kalkútta á Indlandi. Við erum að reka 2 skóla þar og
Þannig að allt sem kemur inn í gegnum það fer til barnanna. Þarna einhver snúra sem að annar mikrofót sem ekki tekið, sem lengri snúru heldur en þessi. Þetta eiginlega óþægilegt magi. Það sleppur. Það sleppur. Fínt. Nei, það veitir ekkert af að hafa utan á. Ok. Mér langar að leggja stundina í Drottins hendur áður en ég byrja. Efni sem ég ætla að tala er alvarlegt efni, snertir alla menn og hefur oft ekki verið tekið á ekki í kirkjunni, kristinni kirkju og allra síst í þjóðfélaginu sjálfu. Bara Drottinn vildu bara koma með engla, herþinn, Drottinn minn og Guð, allt sem að ekki tilheyrir, allar andaverur ílskunnar við höstum á þér í Jesú nafni og ég bara bið blóð þitt yfir þennan sal, yfir sjálfa mig, Drottinn minn og Guð, yfir huga okkar, yfir hjörtun okkar, Drottinn minn og Guð, að þú bara sért yfir og allt umkring og ég tala algjöra varðveislu þína í Jesú nafni. Amen. Ég eignast trú fyrir 40 árum síðan og það var frábært og gegnum brotið kom raunverulega strax en þekkingin hún kom ekki alveg strax og smám saman þá eftir sem að árunum fjölgaði þá læra maður meir og meir en það var ákveðið svið sem að var ekki mikið talað og það var andaheimurinn og það má kannski segja að í hugum margra sé andaheimurinn nýöld eða eitthvað kukli, eitthvað slíkt. En staðreyndin er svo að sá heimur sem að blasir við okkur og Biblían kemur auga á og talar og þekkir að það er sá heimur sem að verkar bæði til góðs og ills og mér langar að koma inn á hvernig Guð nálgaðist illa anda, hvernig Jesú talaði þá sem að velja að lifa í holdinu og fylgja ekki andanum. Og mér langar að ávarpa líka og tala þegar að við veljum að ganga ekki með Guði hvað ilskan og illir andar eru raunverulegir að þess að við gerum okkur nokkra grein fyrir því og við getum, Páll ávarpar hann segir að djöfullinn birtist okkur í ljósengilsmynd þá segir hann hvaða mál er það fyrir réttlætisþjónan hans að birtast í formi sem sagt djöfullin í ljósengilsmynd og hvaða vandamál það fyrir þjónarnas að koma í formi réttlætistjóna og mér langar að fara svolítið í og ég fór í Matthews og Guðspjallið og það fyrsta sem ég sá var að strax eftir að Jesú tekur skírn að þá tekur andinn, sjáu þið andi Guðs, tekur hann inn í eyðimörkina og það sem hann sé freistað af Satan og maður spyr sig mögulega á hverju var það gert og það kannski ekki, það er efni í heila ræðu en það sem við þurfum að fara í gegnum er að við þurfum að fara í gegnum eyðimörkun eins og Enok talaði fyrir viku síðan, fyrir hálfa mánuði síðan og skipta svo miklu máli kemst enginn hjá því en það sem skiptir máli er það að við skiljum hvernig eyðimerkurgangan lítur út og hvað er á bakvið hana hver er á bakvið hana og það að við algóðan Guð sem er okkar árnaðamaður sem að biður fyrir okkur stöðulega á meðan ákærandi bræðrana sem er djöfulli sjálfur hann er sífellt frammi fyrir hásetu Guðs að ákæra okkur
og þetta mjög mikilvægt að hafa í huga að þessi tilvera sem við lifum í, ef við erum ekki að gera neitt, að þá er djöfullinn ánægður vegna þess að hann er blekkingameistarinn og hann elskar að láta lítið fyrir sig fara. Og þegar að ekkert er í gangi í okkar lífi, að þá lætur hann ekki á sér kræla. En svo kemur alltaf að því, eða þegar að við stígum upp inn í mikilvæg verkefni fyrir Guðsríkið, að þá finnum við fyrir hversu andlega þessi baráttu er og hversu mótstaðan er hörð, og þá skiptir máli við vitum hvernig við eigum að verjast. Og orðið kennar okkur algjörlega hvað við eigum að gera. En þegar að ég var að ganga þessi ár með Guði í þeirri kirkju sem við Gunnamaka vorum í, þá las maður Biblíuna, en við vitum það að við getum lesið Biblíuna aftur og við bara hreinlega skiljum ekki allt, og við þurfum að lesa hana stundum með bara ákveðnu hugafæri til þess að Guð geti gefið okkur opinberanir á því hvað textinn snýst. En það er alltaf eitthvað nýtt, og ef við lesum orðið með því hugafæri að skilja eitthvað ákveðið, þá gefur hann okkur skilning á því. Og það er mín reynsla að í hver skipti sem að ég fer í orðið og er með eitthvað ákveðið huga, eitthvað ákveðið viðfangsefni, að þá sé ég eitthvað nýtt, og það eru nýjar opinberanir vegna þess að ég er að leita að einhverju ákveðnu, og Guð þráir að opinbera okkur það sem að orðið hann segir og það sem að þá í hjarta hans býr. En ef þið lesið Guðspjöllin, að þá sjáu að Jesú er aftur að tala um það að það talaði um að hann sem sagt hittir fólk sem var haldið illum öndum. Og við getum séð þegar að í Mattheusar Guðspjalli, það er 8. kafli, þá kemur hann að þessum bæ sem heitir Gardaren eða hvað hann heitir, og þar koma 2 menn á mótunum sem voru haldnir illum öndum, og hann rak andan út úr þeim og þeir á endingu fóru í svínin. Í 9. kafla sjáum við að það er mállaus kona sem að nálgast hann og hann rekur anda mállausis út af henni. Í 12. kaflanum þá sjáum við að það er reynilega bara kennsla það hvað á að gera og hvað á ekki að gera, og það er sagt bara ef að illur andi er rekin út, þá reikar honum eyður hjóstur, og þar kemur að því að hann vil komast aftur heim. Og ef hann finnur húsið sem er þá hýsillinn, manneskjan sem hann áður var í, og Gunnar Maka benti mér réttilega á, tómt, það er þarna orð sem er mjög mikilvægt, tómt og prýtt, bara tilbúið. En það er það sem að Jesú er að ávarpa það, að þegar að illum anda er kastað út, þá skiptir máli að sá sem að var hýsill áður, að hann viti hvað hann þarf að gera, og ég ætla að koma aðeins að því á eftir. En við vitum það að eins og við lesum í Kolossabréfinu að Jesú er búinn að sigra tignunar og völdin, hrósa algjörum og leiða þær til háðungar og hrósa algjörum sigri yfir þeim. Þannig að það er ekkert vald sem að óvinnurinn lengur hefur yfir okkur, en það er fáfræði okkar sem að kemur svo mikið í veg fyrir að við kunnum að ekki bara bæða verjast og einnig bara að skilja það að þetta er annarkvort eða. Þetta snýst það að fylgja Guði, og það þýðir raunverulega að deyja sjálfum sér og taka krossinn sinn, eða gera það ekki. Og það er engin hálfvelgja, Guð hatar hálfvelgju, og ef við bjóðum illum öndum eða djöflunum upp á hálfvelgju, að þá tekur hann okkur heilsugar.
Það er sem að þráir að við horfum til hliðar og veljum það að skilja ekki hvernig við getum notað vopni sem að Guð hefur gefið okkur. En Guð hefur gefið okkur vopn og hann hefur gefið okkur orðið sitt og orðið hans, það er sem blásið út frá hans anda og við vitum það að orðið er beittra hverju tvíeggju sverði og það smýgur inn í innstu fylgsni sála, liðamóta, andar og mergjar og dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Þetta er sem sagt þetta er 4. kafli hvaða bréf var það? Hebrea? 4. kafli Hebreabréfsins. Þannig hann segir okkur raunverulega hvað þessi við þurfum að gera. En það er þetta alvætni Guðs sem er talað í Efesubréfinu í 7. kafla sem við þurfum að læra. Og þar segir að við þurfum að taka belti sannleikans og sannleikurinn er það sem Jesús segir sjálfan sig hver hann er. Og við þurfum að trúa því sem hann segir okkur. Og við þurfum að trúa því sem hann segir að við erum elskuð börnin hans. Við erum dýrmæt og hann þráir að vera pappa okkar. Og við þurfum að taka skjöld trúarinnar og það segir hann trúar ómulda þóknast Guði og það er algjörlega þannig að það er trúin sem að er okkar hún er okkar brynja fyrir eldlegum skeytum óvinnarins og það er akkurat þannig sem að sá sem að var að losna eða þeir sem að er að velta fyrir sér hvernig þeir eiga að lifa sínu lífi eftir að játa Kristin í líf sitt að það þýðir ekkert að játa Kristin í líf sitt og halda svo bara áfram fyrir að lífverðni. Það er bara Biblían öll saman, Nýja testamentið, allt saman talar á annan veg og það þýðir að þegar við tökum iðrunarskírnina þýðir það að við snúum frá syndum okkar og förum í þveröfuga átt. Það þýðir að við, eins og Páll segir í Rómarbréfinu, 12. kafla að við þurfum að taka háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Við þurfum að endurnýja hugarfar okkur og gera það bara með því að lesa orðið. Það er ekki hægt öðruvísi. Við þurfum að vita hvað Guð segir við okkur okkar kringumstæður og þennan andlega heim sem að heimurinn vill ekki þarna að minnsi á vegna þess að höfðingi þessa heims er djöfullinn og það er bara þannig. Góðu fréttirnar þær að hann er sigraður. Dómurinn er þegar fallinn yfir honum. Og ég ætla að lesa á eftir í opinberunarbók Jóhannesar að hann hefur smá glufu þá til Jesú kemur aftur. Og hann ólmast eins og óður hundur að hremma alla þá sem hann mögulega getur. En þetta er boð fyrir okkur að taka háttaskiptum með endurnýjun hugarfarsins. Við þurfum að setja á höfuð okkar hjálparæðsins, við þurfum að skilja það að Jesú er okkar hjálpari og skikkju réttlætisins og hann er okkar réttlæti. Og það er það sem við gerum svo oft að við reynum að réttlæta okkur sjálf. Vegna þess að við erum vöðni að berjast fyrir líf okkar, við erum vöðni að og kennslan í heiminum er svo að hver hugsa sjálfa sig, sé sjálfur sem næstur og það hjálpar manni enginn. Og það er heimurinn sem segir þetta. En þegar við eignumst lifandi trú á Jesú þá áttum við okkur á því að það er Jesú sem er okkar hjálpari. Hann er okkar árnamara hinnum sem er stöðulega að biðja fyrir okkur. Það er hann sem berst fyrir okkur. Það er hann sem að vinnur sigran okkar. Við í eigin mætti eigum ekki möguleika á því. Og þó svo að tignanar og völdin séu sem sagt gjörsigraðar, opinberlega leitt til háðungar, sviptar öllum vopnum að þá geta þær fengið vald yfir okkur ef við afhendum þeim valdið.
Það ekki frá þeim tekið, þó það séu sigraðar, vegna þess að Guð skapaði okkur með frjálsan vilja. Við höfum frjálsan vilja í öllum kringumstæðum og ef við viljum tortímast, ef við viljum afhenda djöflunum þarna lyklavöldin að húsinu okkar, að þá getum við gert það. En það fegurð líka í frelsuninni að við höfum val. Og þess vegna skapaði Guð manninn. Ef við förum aðeins í hvernig djöfullin og illu andarnir eru tilkomnir, að við getum séð þetta í Jesaja, það 14. kafli, þá talað hvernig þetta fall verður, hvernig verður uppreisn á himninum. Það annar staður sem talað að þriðjungur englana, beint sagt, hafi gert uppreisn. Af hverju gerðu þeir uppreisn? Þetta var áður en að maðurinn var skapaður, en við getum lesið það milli línana að þeir gerðu uppreisn vegna þess að þeir vildi ekki lofa Guð. Þeir vildi ekki sitja við hásætins eins og hinir englarnir og lofa Guð. Þeir voru skapaði til þess, en þeir gerðu uppreisn gegn því eðli. Þeir vildu sitja jafnfætis skaparanum sjálfum, Guði föður, og þess vegna komu þeir gegn vilja hans og hann varpaði þeim niður til jarðarinnar. Hann varpaði þeim niður og síðan gerist það að Guð skapar manninn í sinni mynd, hugsið ykkur, og Guð elskar. Hann elskaði og hann elskar. Þegar við eignumst barn og barnið líkist okkur, þá erum við svolítið stolt. Ég veit að Friðlaugur er svolítið stolt af barnabarninu sínu, stráknum litla, sem ég býði alltaf fyrir. Og við erum stolt af börnunum okkar, þau eru lítil. Sérstaklega þau eru lítil. En, nei, alltaf. Alltaf. En djöfullinn, hann hatar okkur. Og það það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir. Að hann hatar okkur. Vegna þess að við komum í staðinn fyrir hann og föllnu englarnas. Við erum sköpun sem hann elskar og hann gaf okkur frjálsa vilja sem að var allt í einu leið fyrir djöfulinn til þess að eyðileggja okkur. Þannig að frjálsi viljinn, hann frábær fyrir okkur vegna þess að við höfum þá val, við höfum mögulegan á því að velja og við erum frjáls. Það enginn sem segir okkur fyrir verkum. Ef ég vil fylgja Guði, þá fögnur á himnum. Ef ég vil snúa við honum baki, þá mikil sorg á himnum. En djöfullinn gleðst yfir því og illu andarnir. Þannig að þetta barátta. Þetta rosaleg barátta. Og hún fer ekki fram fyrir augunum á okkur, yfirleitt ekki, en hún fer fram í þessu andlega. En Guð gaf okkur orðið, hann gaf okkur þekkinguna til þess að verjast og hann gaf okkur þekkinguna til þess að gera ekki það sem gefur óvinunum færi á okkur. Og ég var að tala að Páll ávarpar í Efesbréfinu og talar þessi vopn sem ég var að nefna áðan og það líka skór fúsleikans, þannig að hann gefur okkur þessa skó. Þetta er svona myndgerfingu upp á það að við séum fús að þjóna hvert öðru, við séum fús að þjóna Guði, algjör andstæð við uppreisnina sem englarnir fóru í. En það segir líka í 4. kaflanum að látið ekkert særandi orð falla sem til þess að brjóta niður þá sem í kringum ykkur, heldur aðeins það sem gott og til uppbyggingar. Og þetta svo mikil kjarn í þessu. Látið vera fjarri ykkur hávaði og lastmæli og beiskja. Það þessi beiskja sem þessi bituleiki þegar
þegar við teljum okkur hafa að fara á mis við eitthvað og það fyrir að við öfundum jafnvel og það fyrir að grassera í kerfun okkar, þessi hávaði sem að er stundum í mannlegum samskiptum, þessi ofsi, þetta er algjörlega sko fjarri hjarta Guðs og það er ekkert gott sem hlýst af slíku og við vitum það bara sjálf. Öll hefur við farið í gegnum einhver svona tímabil í okkar lífi þar sem að, og ekki endilega tímabil heldur bara einstaka atvik, þar sem við höfum bara mistað og við finnum alltaf hvað okkur líður illa í hjartanu. En Guð segir, takið inn orðið mitt, fyllið ykkur orðinu mínu, þá er húsið, ef einhver tíman hafa verið illa landar, og vel að merkja að með grunar að það séu oftar heldur við gerum okkur grein fyrir og stundum eru öllu staðar ef fólk hefur verið í einhvers konar kukli í kynlífi sem er utan hjónabands, jafnvel ættarbölvanir sem að við erum að sjá ef við horfum á fjölskyldutréð okkar að það er svona mynstur sem að endurtekur sig aftur og aftur og aftur og aftur. Og þetta er bölvun og sú bölvun kemur náttúrulega ekki frá Guði. En þetta þarf að brjóta og þessum bölvunum sem fylgja oft þessu gamla lífis, hvort sem að við áttum hlutamáli eða ekki, það skiptir bara ekki máli, en það sem skiptir máli er að það er greiði leið að setja okkur frjáls. En það er ekki greiði leið að setja okkur frjáls ef við þekkjum ekki hver sú leið er. Ef það er vanþekking, að þá er þessi leið mjög ógreiðfæra því við vitum ekki hver hún er. Og við Gunnar Magga höfum sjálf séð þetta, við höfum séð hvernig slíkt brotnar, við höfum séð í lífi fólks sem við þekkjum, þetta er svo sannarlega til staðar en við þurfum að læra að brjótast út. Og það sem að Guð lofar okkur, það sem Jesú lofar okkur er hið góða fagra og fullkomna, lífi fullri gnægð, vegna þess að hann elskar okkur, sjáu þið. Guð elskar alla menn og þráir að lífið okkar sé í gnægð, í yfirflæði. Það er þráast fyrir okkur öll. En við þurfum að brjóta hlekkina. Og stundum er bara ekki nóg að tala það út. Við þurfum að þekkja hvernig á að gera það. Við þurfum að vita hvernig óvinnurinn hagar sér. Það fer enginn í stríð. Allavega ef hann alltaf ná árangur í stríði og veit ekki hvaða taktík óvinnurinn hefur tamið sér. Ég meina við þurfum að þekkja hver taktíkin er. Við þurfum að þekkja veikleikana. Eins og illu andarnir, þeir þoli ekki, þeir geta ekki nefnt nafni Jesú. Því Jesú er þýðir frelsari og blóð Jesú, það er eitthvað sem að djöfullinn hatar. Og þeir geta ekki einu sinni nefnt þetta nafn á nafn. Þeir tala bara um smiðinn, segi ég. Smiðurinn. En svona er þetta. Valdið sem við höfum er jafn mikið og við viljum hafa það. En valdið sem óvinnurinn hefur er jafn mikið og við gefum honum. Eða færum honum. Og mér langar ekki að vera í kirkju þar sem að sannleikurinn er ekki talaður út. Þá vil ég frekar ganga í burtu vegna þess að það er sannleikurinn og aðeins sannleikurinn sem setur okkur frjáls. Við getum lifað í einhverjum ímyndum heimi og farið í gegnum lífið þannig, en svo kemur alltaf að því að við munum öll með tölu þurfa að standa frammi fyrir hásæti Guðs. Og hverju ætlum við að svara? Bæði ég og þú. Og þá getum við ekki borið fyrir okkur að hafa ekki þekkt hvernig hlutinni voru. Vegna þess að við eigum orðið. Og orðið segir okkur algjörlega hvaða leiði við eigum að fara. En þegar við byrjum og þegar við förum þessa vegferð og þegar við deyjum okkur sjálfum og þegar við tökum krossin okkar og hver hefur sinn mismunandi kross að því að segir
hver taki sinn kross. Og mitt líf lítur ekki eins út eins og líf Enóks eða Árna, og þeir eru ekki eins og mitt. Hver hefur sína köllun? Guð hefur kallað hvern og einn samkvæmt sinni ákvörðun til þess að gera ákveðna hluti. En það sem skiptir máli að við séum trúföst. Og mér langar að lesa vegna þess að mörg okkar höfum mögulega ekki lesið mikið í þarna opinberunarbók Jóhannesar, og sama á við raunverulega fleiri bækur í Biblíunni, en það bara svo mikil viska og það er svo nauðsynlegt að tengja sig upphafinu. Þannig að ef við höfum ekki upphafið, þá kannski höfum við heldur ekki endirinn, eða þann endi sem að Guð segir að muni verða. Þannig að, og þá heildarmyndin heldur ekki rétt, þá hún brengluð. Og það segir hérna í 7. versi: þá hófst stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann sem djöfullinn. Drekinn barðist og englar hans, sem þá þessi þriðjungur englanna sem voru á himnum. En þeir fengu eigi staðist og eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinum gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem að afvega leiðir alla heimsbyggðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum þangað til mörður þegar Jesú kemur aftur varpað niður í ystu myrkur. Og það það sem að Jesú, ef þið lesið Guðspjöllin, aftur og aftur að vitna í, og hann að tala í dæmisögum, en hann segir aftur og aftur, og þó svo að það séu einhverju sem að vil ekki heyra minnsta djöfulinn eða helvíti, þá það bara það sem að Jesú var alltaf að ávarpa. Hvort sem okkur líka betur það ver. Og hann talar það sem að loginn hættir ekki að brenna, það sem grátur og gnýstran tanna, og hann sem talar það mismunandi líklega staður sem kallast helvíti. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja: nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, sem ákærandinn, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Sem kærir okkur dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Þannig að hver vitnisburður okkar? Fyrirverðum við okkur fyrir að segja nafni Jesú í það sem að fólk í kringum okkur? Þorum við að segja frá því að Jesú dýrlega frelsaði okkur? Þorum við að vitna það hversu góður hann eða þorum við ekki og fyrirverðum okkur fyrir hver hann Mér langar ekki að vera þar, og mér langar að vera djarfur, en þess að djörfungin, hún gefur alltaf umbun. Og þegar við erum djörf og við fáum þessu umbun, þá höfum við að brenna fyrir hann. En þetta eina leiðin. Og það eina leiðin til að vera lærisveinn og fara hans veg og gera það sem hann hefur boðið okkur að gera, að brenna fyrir hann. Ef það engin logi, að þá sér okkur enginn. Ef það engin ástríða, þá heyrir enginn í okkur. Og þá bara erum við svo hvellandi málmur og hljómandi bjalla, eða eitthvað. Já, akkurat. Nákvæmlega. Og eigi var þeim, og nú hann tala lærisveinina sem að brunnu fyrir hann, lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það að þekkja Jesú upprisinn var allt. Það var ekkert annað sem skipti máli. Og þegar við brennum á ástríðu fyrir Jesú, þá bara finnum við að ef það kemur eitthvað gegn okkur, þá það bara heiður. Það bara heiður að fá að þola eitthvað fyrir þetta nafn.
og ég ekki endilega að óska mér þess að ég lendi í miklum ofsóknum, það enginn að gera það, en ef það gerist þá bið ég Guð að gefa mér styrk til þess að fagna yfir því, hvernig svo sem þær munu líta út. Fagnið því himnar og þér sem að þeim búið, vei sé að jörðinni og hafinu, því að djöfullinn stigið niður til yðar í miklu móð, því hann veit að hann hefur nauman tíma. Og kæru systkin, það akkurat málið, hann hefur nauman tíma. Og ég veit að hans að vita það, að Jesú kemur mjög brátt aftur. Og þegar við fregnum mikil ótíðindi eins og orðið talar þegar að þjóðir leitast við að sameinast í eitt ríki og stimpla fólk annarkvort á ennið eða á vinstra handabak, hægra handabak til þess að geta stundað viðskipti, þá vitum við að tíminn kominn og antikristur að rísa upp. Og þetta tímanna tákn og við þurfum að geta lesið í tím og tíðir hvað raunverulega gerast. Og þess vegna svo mikil forréttindi að standa í fæturna, þess vegna svo mikil forréttindi að læra orðið, þekkja orðið, kynnast Jesú í gegnum orðið og finna hvernig hann brennur í manni. Og þá á djöfullinn ekki mjög greiða leið. Það að segja að þá á hann enga leið að hjarta okkar. Það koma einhverju erfileikar og það bara það sem að Guð hefur lofað okkur, það kom alltaf erfileikar. Og ég meina, Guð sýndi okkur að þegar að Jesú, andinn kallaði hann inn í eyðimörkina í 40 daga, það sem að fastaði, og djöfullinn í 3 gang kom með freistingar að honum. En Guð hann vissi að Jesú myndi standast þær og hann vissi að hann þurfti að fara í gegnum þetta til þess að sýna okkur að lífið bara alls konar og við þurfum að fara í gegnum eyðimörkina og það var it was so good, Enoch, when you were speaking about the deserts. Hann ekki með okkur. En það bara málið að eyðimörkin ekki alltaf skemmtilegur staður en þegar að Guð með okkur í eyðimörkinni þá hann skemmtilegur. Spurningin svo leyfum honum að vera með okkur þegar vel gengur og líka þegar illa gengur. Veljum við það að læra hvað Guð segir hvernig við að lifa lífinu. Veljum við að lifa í anda Guðs eða veljum við að lifa í holdinu? Við vitum það að ávextir andans gæska, góðvild, gleði, langlindi, friður, hógværð, bindindi og gleymi einu. Kærleikur, já. Ekki frábært að vera þarna? En ég meina ávextir holsins ekki beint góðir. Ég mun langar að gera svona að lesa það upp. En þeir ekki góðir. Og þegar við lifum gamla lífun okkar, öll sömul, áður við kynntust Jesú. Áður ég kynntist Jesú, þá fannst mér bara að vera ágætur. En samt vissi ég, og ég fann það í hjartanum mínu að vantaði eitthvað upp á. Þannig að þegar ég fekk boð að játa hann inn í líf mitt, þá þáði ég ekki vegna þess að ég vissi ekki hvað myndi koma, en ég vissi líka að með það sem ég hefði heyrt að ef þetta væri satt, þá yrði ég að taka við honum. Og ef það væri ekki satt, þá væri bara málið dautt. En Guð, hann elskar okkur. Og við gerum okkur enga grein fyrir því hversu mikið hann elskar okkur og ég veit að yfir sérhverjum þeim sem að glatast, hann grætur yfir þeim
og hann biður fyrir hverju og einu okkar. Þetta er erfitt að ímynda sér þetta og það er erfitt að sjá þetta fyrir sér. En þegar við höfum kynnst ílskunni, talanum þegar við höfum skengst inn í þennan andaheim, kukl, að þá skiljum við að fyrst að slík ílska er til, þá er líka algóðu Guð til. En fáfræðin er náttúrulega, hún er markviss og hún er til þess fallin að slá ryki í augun okkar og hermenn Guðs sem að erum við, að við höfum gjarnan tilhneigingu til þess að taka hlutunum svona með hálfkæringi. Já, meina það er ok, já, kannski til djöfull eða mögulega við kennum við það, en fyrst að við búin að játast Jesú að þá gera hann okkur ekki neitt. En það bara er ekki þannig og þeir sem að hafa talum verið í satanstýrkun sem að því miður alltaf margir eru á þessu landi, að þeir vita það að það er markviss hernaður gegn öllum kristnum kirkjum. Það er komið markvisst gegn öllum kristnum söfnuðum og gegn einstaklingum sem að stíga upp. Þannig að við erum í stríði, elsku systkin, og hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, þá erum við í stríði. Og ef við ekki tökum vopnin okkar sem að ég var að tala áðan, að þá töpum við. Það er að segja persónulega og sem kirkjur. Guð er búin að sigra, tignunar og völdin, afvopna tignunar og völdin, leiða þau opinberlega fram til háðungar, hrósa algerum sigri. Þetta er náttúrulega drauma staða. Nema fyrir það að við eigum hennan slæga óvin sem að er endalaust að slá ryki í augun á fólki og telja fólki trúum að sig ekki til og segja fólki að þurfi ekki að verjast og þurfi ekki að taka vopni sín og berjast. En þetta er mín hvatning til ykkar að við snúum við blaðinu og við förum að biðja. Við förum að biðja hvert fyrir öðru. Nú er að byrja bænaátak á öllu landinu, það sem eru stilt átak allra kirkna sem það byrja 7. september klukkan 7 og við ætlum að berja óvinnunum. Ég er til í þetta og þessi kirkja verður með x marga klukkutíma einn dag í viku og ég hvet okkur öll til að taka þátt þó ekki væri nema einhver x tími sem er kannski ekki marga mínútur en við getum öll beðið, við höfum öll röddu. Við getum öll sótt okkur kraftin sem við þurfum í orðið, vonandi höfum við öll heilagan anda og vonandi höfum við öll þessa þrá til þess að berjast. Og þetta er eina leiðin til að ná þessari þjóð til Jesú. Það er eina leiðin til að ná til Jesú er að biðja og berjast í bæninu og ykkur sem heima eru, ég hvet ykkur til að taka þátt. Þið getið, þetta er auglýst á heimasíðu sem heitir hvað? lindi.is/vakning og taka þátt og allar hendur á dekk þýðir bara meiri og betri árangur. En þetta væðar ekki eingöngu þjóðuna sem heild, heldur okkur persónulega vegna þess að við viljum að líf okkar beri ávöxt sem varir og að Guð fái þann framgang sem við kalla okkur til að hafa. Ég blessa ykkur í Jesú nafni inn í þessa viku og ég vona að við náum bara að ganga samstillt inn í bara nýja tíma og við skiljum þá líka að þetta er dauðansalvara. Tökum þátt í bænahernaðinum, bænaherferðinni, þessu átaki og sjáum þess að þjóð vinnast fyrir Krist. Guð blessi ykkur. Amen. Og ykkur sem meiruð, Guð blessi ykkur einnig. Amen.
Og ef ykkur finnst ykkur vanta kraft, eld, þá komið fram og við biðjum saman. Við þráum að ekki bara að loga heldur brenna fyrir Jesú. Og það lífið sjálft. Það ekkert betra heldur en að brenna fyrir hann. En þá þurfum við að stíga inn á staðinn þar sem eldurinn Amen. Eru þið spennt? Hei! Amen.